ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama-dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon. Nú frítt förunni til Akureyringa og leiðinni til Hafnarfjarðar að keppa í kvartmílu. Þetta rosaleg lög. Hefurðu keyrt áður í Hafnarfjörð og kvartmílubrautinni? Já, einu sinni á hjóli og það held ég geri bara ekkert aftur. Hver svona bakgrunnið þinn í bílasporti? Herðu, það er bara fylgjast með þessu og þróun og svona og bíómyndir og eitthvað. Og bílinn sem ég á í dag er bara eitt af mínum uppáhaldsbílum sem ég sé í bíómyndum og ekki til margir á landinu. Og keypti mér hann og ákvað að pröfa svona og sjá hvort að maður geti ekki gert eitthvað á þessu dóti. Og hvernig bíl þetta? Þetta er Dodge Charger ST8 Superbí útfærsla. How many horsepower? 425. Hvað besti tími sem þú tekið á þessum bíl? 1.8 er 8.08 minni að sé. Og það, þú veist, hvað eins og núna ætti að fara að keppa í kvartmílu á morgun? 1/4 úr mílu. Og á hvaða tíma áttu að vera að keyra þar? Miðað við tíma sem ég fór á 1.8 þá er svona 12 og eitthvað sem ég ætti að vera að keyra. Hefurðu keppt áður í kvartmílu? Nei, aldrei. Er það ekki spenningur að pröfa þetta? Já, það er alveg kvíðahnútur á maganum og búið að vera í 2 daga núna. Nú ertu búin að vera að keyra í 1/8 Akureyri og hefur náð hvaða tíma þar? Herðu ekki, ég hef náð best 6:36. Og nú erum við að fara morgun á kvartmílubrautina í Hafnarfirði og þá erum við náttúrulega í dálítið lengri braut, það ekki? Jú, hún er rauninni helmingi lengri. Við erum að keppa í 1/8 sem er 201 metrar og nú erum við að fara að reyna að keppa í kvartmílu sem er 402. Og hvaða tíma ertu að stefna þar? Ég náttúrulega vill fara bara eins hratt eins og ég mögulega kann, sko, en það væri ógeðslega gaman að fara undir 10 en ég gerir mér nú ekki miklar vonir um að það gerist en lágar 10 væri náttúrulega alveg frábært, sko. Og ertu þá búin að gera einhverja breytingar á bílnum fyrir þessa keppni? Frá því á bíladögum þá? Nei. Hvernig undirbyrðu þið fyrir svona keppni? Undirbúningurinn núna var svo sem ekki mikill. Setja nýtrakerfi í og skrúa slikkan undir. Mæla olíu og taka bensín. Ég bara undirbýr mig ekki neitt. Eða svona, náttúrulega bara bíllinn sé klár og í lagi. Það er rauninni það sem maður undirbýr og hann var það eftir bíladaga. Þannig að það þurfti í rauninni ekkert að gera. Á hvernig bíl ertu? Ég er á GMC S10 1984. Búin að skrúa mikið í þessu bíl frá því fékkst hann? Já, samflett í 1,5 ár, nánast upp á dag. Það er náttúrulega bara, í þessum flokk er að keppa bílar sem er að fara rosalega hratt og vonandi verður maður sér bara ekki til skammar, sko. Nú tekur maður eftir þessum bíl að hann er hrikalega fljótur á stað. Þú hefur verið að prjóna á brautinu á Akureyri sem er nú bara bílaplan. Þannig að þú veist, það er ekkert besta grip í heimi þar. Hvernig heldur þetta verði þá á kvartmílubrautina sem er steypt start, það sem er bara fullkomið grip? Já, það hjálpar en þá náttúrulega missir maður rauninni það sem maður hefur fram yfir kannski hinna bílana. Að þeir eiga erfitt með að leggja á stað heima á Akureyri og ég hef náð að setja bílinn minn upp þannig að hann
svona fer á stað og gerir það mjög vel hérna heima og en já, við skulum bara vona að hann fari ekki á toppinn. Já, best í einum 8.22 en við stefnum með nitro öllu núna á allan undir 11.5. Hefur þið verið að keyra með nitro á 1.8? Nei, aldrei pröfað nitro. Hvað er stórt nitro? 150 hestur. Þannig að það eru bara 150 hestur sem bætast ofan á þessi 500 eða hvað sem hann eru? Já, bara í einum taka. Mesh! Hefur þið keppt áður í kvartbílum? Já, búinn að pröfa að fara tvisvar. Já, búinn að gera tvisvar hálfa keppni. Hálfa keppni? Já, kútan sem ég átti þá, hún brotnaði alltaf meðri keppni. Hæ? Brotnaði hún? Já, fyrst fór hjöluskross í fyrir keppni og skaftið og skiptingin og eitthvað. Seinni keppni þá eiginlega brotnaði bara bíllinn og bara grindabrotnaði. Hún er bugð að riði greið. Við erum ekkert á þeim bíl núna, eða? Nei, þess er allir í miklu betra standi en heldur aflminni líka. Og hvaða bíl er þetta, segirðu? Þetta er Dodge Dart 75 árgerð með 5,7 hemivél úr Cherokee bifreið. Þetta er svona ekki alveg hefðbundið kombo í þessu? Nei, ekki alveg. Hvaða módel er bíllinn og hvaða módel er vélinn? Já, bíllinn er árgerð 75 og vélinn 2006. Og mikill munur á að keyra bílinn með þessa vél heldur en gömlu vélina sem er í honum? Já, þetta er allt bara þægilega, þetta er bara betra lagi, sko. Það var aðalega það. Þetta er svona áreiðanlegri búnaður bara og náttúrulega minna út jaskað. Það er ekki búið að vera að djöflast á þessu í 40 ár, sko. Hvernig er þessi bíll uppsettur fyrir spyrnu? Tja, þetta er nú allt svona semi-stokk, bara á einhverjum aðeins stærri afturdekkjum og pínulitlum framdekkjum og svona með smá ballest í skottinu og eitthvað. Það er engin stór tricks. Já, best 7.97. Einhverja 3 ferðir undir 8 sekúndum, annars það er í allt flokki á sem sé dragradial dekkjum. Þannig að hann er alveg að gormast vítt á stað? Já, það er alveg fínt, sko. Hvaða tíma heldur þú sérst í kringum á kvartbílunni? Það er eitthvað að slá þetta inn í reiknivélar, það er eitthvað 12.6 eða eitthvað svoleiðis sem ég á von á. Hvar er það svona, hvað myndi Cherokee fara með þessa vél? Hann væri sennilega að fara svona 15 eða 14-15 eða eitthvað. Það munar alveg hálft tonn. Ekki þegar ég er í honum? Nei, við förum svona ára á pari? 14 eitthvað. Hvernig undirbýrðu þið fyrir svona? Bara sofa vel og borða lítið, halda reistingdinni niðri, sko. Þetta er náttúrulega svo grimm barátta þarna við kílóin. Já, það eru að góður ljósónum og svona. Svo náttúrulega bara að bílinn sé í sæmilegu lagi og svona. Sé bensín á honum, það er mjög mikilvægt til dæmis. Hefurðu lent í að vera bensínlaus? Já. Sandspennu í gamla daga fyrir 15 árum síðan eða eitthvað. Já, það kannski skrifast pínu á hvað? Undirbúningsleysi og stress? Já, það var nú bara ekkert eiginlega vél í bílnum kvöldið áður og eitthvað. Það var ekkert það sem maður var að hugsa eiginlega, sko. Ég er ekki örugglega bensín á honum, það einhvern veginn kom ekki upp fyrir en annað einhvern seinna daginn eftir. Þú keppir í hvaða flokk? ST, þetta er street flokkur einhver. Og eru svipaði bílar og þú í þessu flokk? Já, þetta er svona allt múlíkt bílar bara. Það er einhver Honda þarna og Stock Charger og já, svo tjúnaði pick-up og þetta. Þetta verður bara, fullt af alls konar. Fyrsta settið að dauði? Nei, ég gerir mér ekki miklar vonir fyrsta settið í þessu tilfelli. Ég myndi spá Kristoffer Sigri í þessu á S10 pikkanum, hann geti verið. Hann er örugglega 400 rúmlega hestöfl og svo erum við nitron og það og slikka og eitthvað. Pínlítið bíll, þannig að ég ekki nema hann bara fari of hratt og þurfa að færa sig upp flokk. Ég
get alveg trúið að það myndi gerast. Þegar að þarna á komið sögu vorum við nývaknaðir og komnir upp á kvartmýlubraut. Það var mígandi rigning og ekkert kvartmýlubraut sjáanlegt í kortunum þann daginn og ákvað keppnisstjórn að fresta keppninni þangað til morguninn eftir. Þess í stað ákvaðum við mótorhraðsbræður að skella okkur í eðalskúraheimsókn til Birgis og Óðins í Dótakassanum EHF. Þar var sitt hvað áhugavert og byrjum við á því að spyrja þá félaga hvaða góðgæti þeir hefðu upp á að bjóða. Hérna á ég 1/4 í þessari rottu hérna. Við erum 4 sem eigum þetta saman og svo á ég hérna Mustangi hérna 67 blæðibíli hérna fyrir aftan. Og ég og sonur minn eigum svo AMX-in sem hérna inni líka. Og á hvaða stigum eru þessi bílar? Það eru 2 keyranlegir og einn bara á grillteini. Hann býður bara eftir að verða tekinn á teininum og haldið áfram. Hvað ert þú með? Ég á 68 Falcon sem hérna út í horni. Tiltölulega nýbúinn að kaupa hann, 77 keypti ég hann. Og gengur vel? Hrikalega vel, þetta svífur áfram. Hvað ert að gera við hennar Falcon hann út í horni? Ég bara veit anskotan ekki maður. Og hvaða kram ertu að fara að setja í þetta og svona? Það fer í þetta Big Block Ford 545 og hann er kominn áttur á Forlink og ég er að setja McPherson föðurinn í þetta framann og þetta á að vera kvartmýlubíl eitthvað árið. En hvort það verður á þessar öld eða næstu veit ég ekki. Nú vekur þessi bíl hérna sem við stöndum við hérna, svolítið athygli hjá mörgum, svona skúraköllum. Hvað kallast þessi gerða bíl? Þetta er Chevrolet 46 vörubíl í grunninn og svo er náttúrulega eins og þetta kallast, þetta er kallað rattrót og við köllum að rottuna. Og hvað er ekki í þessu? Það er ekkert held ég úr lift á húsi en það er svona eiginlega allt annað í þessu. Þetta er svona smíðað bara úr öllu sem að til var og svo náttúrulega bara grafið upp það sem okkur vantaði til þess að ná að klára þetta og þetta er svona samsafnað hinn þessu. Ford-dót eins mikið eins og hægt er og allt gangverk og allt er Ford að sjálfsögðu. Það er leiðrétta bílina aðeins. Koma úr Chevroletunum yfir í Fordi. Er þetta algengt mix að setja Ford-vélar í Chevrolet? Nei, það er ekki algengt, en þetta er náttúrulega eina sem við vit í. Það er að setja Ford-vélar í sem flesta Chevroleta. Já, það lítur að liggja í augum uppi. Nú rekum maður augun í ýmislegt undarlegt hérna. Þú veist, hvað er að gerast inn í þessum bíl? Það er svona samsafnað hinn á þessu. Allt frá mótorhjólum og logsöðubrennurum upp í jarðýtur og allt þar á milli. En svo gírstöngi, hvað er þetta eiginlega? Þetta er brennari, logsöðubrennari. Það er ekki Harris brennari, já, gamall, sem okkur áskotnaðist, hann man ekki hvaðan hann kom, hann endaði upp í okkur, það var annarkvort þetta haglabissa sem við notað sem skiptir og við áttum þetta, en ekki haglabissu. Og hvað er, af hverju völduðu þetta? Er þetta eitthvað svona system í þessum rattrót heimi að nota bara eitthvað? Það er náttúrulega í sjálfu sér, inntækið í rattrótsmíði er að nota það sem að til er. Þessi mest af einhverju rusli sem átt í hillunni og mátt helst ekki kaupa mikið nýtt í þetta. Það er svona filosófían á bakvið það. Og þannig að við náttúrulega fórum eftir því skilu. Þetta er meira og minna dót sem hafa til einhvers staðar og við gátum grafið upp fyrir lítið eða ekkert fé. Þannig að þetta er ekki, það stendur kannski ekki stórum pening en hellingsvinnu. Við vorum hvað, 1,5 ára að þessu eitthvað, 1,5, 2. Við vorum cirka 1,5 ára að þessu. Frá því að við byrjum að smíða þangað til að hann var komin á númer. Já, og svo var endanlegur frágangur á þessu og vorið eftir þá settum við hann á númer. Og er eitthvað svona í pípunum hjá okkur sérstætt sem að, eitthvað svona draumur? Það er náttúrulega að reyna að klára þetta dót sem maður er með, en svo er náttúrulega bara draumur og þú sérði eitthvað alveg bara yes, ég verð að fá þetta, sko. Þú veist alveg hvernig þetta er, það er bara svo leys og þá viðar maður sér meira dót í því að betra eiga nóg heldur en að vanta. Það var takmarkið að vera með stórt húsnæði, það var nóg pláss fyrir drasli sem maður verður að eiga. Þetta er bara must. Hvar á áhuga maðurinn að byrja í þessu? Komast í kynni við einhverja kalla sem í þessu, einhverja menn sem eru í þessum bransa og hafa þetta áhugamáli og út frá því þá mynda sambönd, þá getur þú fundið eitthvað að dóti og einhvern sem vil selja þér eitthvað, vonandi. Það er náttúrulega erfitt oft fyrir unga stráka að komast inn í þetta því að þeir eru oft með stóra drauma og fyrir minna fyrir framkvæmdum. Þú getur hort á bílinn minn hann er búinn að vera svona í 30 ár.
Hvað til dæmis stendur, ef við tölum bara gula hérna aftur við okkur hérna, hvað kostar svona bíll á kaupherinn í dag? Ég hef ekki hugmyndu það. Ef þú kaupir þetta út í Bandaríkjunum og komið sér hingað heim, þetta einhverjar 4-5 milljónir örugglega. Það fyrir náttúrulega eftir í hvað hann góður og hvaða típa þetta og svo framvegis, en menn eru náttúrulega flytið inn og þeir kaupið á netinu og þetta lítur rosa flott út og sjókar og bla 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 og svo kemur þetta heim og þá er þetta bara spaslhaugar og það að eyða kannski 3-4 millum í að gera þetta eins og þeir halda þetta sé. Það er bara því miður það oft svoleiðis sko. Kaupið svona bíl, þá áttu náttúrulega að fara út og skoða þetta. En menn ofta að kaupa þetta í gegnum netið og fá ekki það sem þeir halda þeir sé að fá, en svo eru menn ekki tilbúin til að borga neitt fyrir bílana sem eru hérna heima og þú getur skoðað á því að það er allt miklu betra að fara það ekki staðar erlendis frá þó að það sé miklu verra heldur dótið sem þú getur fengið hérna fyrir minni pening. Það er bara svoleiðis sko. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon. Að morgni sunnudags þegar að ferðalangarnir á norðan vöknuðum skein sól í hrauni og voru akstursskilyrðin á kvartmílubrautinni Hafnarfirði í góðu lagi. En þeim lék forvitni á að vita hvort að ræsirinn væri alltaf svo sami á brautinni. Þetta er 11. árið mitt hérna. All right. Alltaf er gaman? Alltaf er gaman. Okay. Það er þetta gaman að sjá fleiri keppendur en ég er ánægður með það sem nenn að mæta. Hvað er skemmtilegast að horfa á hérna? Mér finnst alltaf mest gaman að OF sko. Mestu tekin, mestu háa, mestu lætin. En þetta er svo smátt skemmtilegt. Gaman að sjá menn hérna, komast áfram í sportinu, breyta bílunum, ná betri tímum og brjóta sína persónulegu múra. Þú ert þá búinn að vera eitthvað 11 ári hérna, þú ert þá vantilega ekki keppt? Nei. Ég kom bara hérna blautur á bak við 17 ára og búinn að vera hérna síðan. Langaði þér aldrei að keppa? Jú, það kemur að því. En það verður einhver að þakka hann líka. Já, akkurat. Jæja, Stebbi, hver er staðan? Hún er ágætt bara. Nú er ekki rigning? Nei, sem mjög ágætt. Allt klárt? Já, segja það bara. Betra að keppa á sunnudögum heldur en laugardögum? Nei, það er mildulegra á laugardögum. Já. Jú, bara vanur því sko. Þú sáði pröfa brautin í gær, svona tókst eina bunu. Já, það er ekki á teipi en það var svolítið blautt. Hvernig var gripið? Það er algjör hálka þegar það er blautt hérna. Eins og þetta er nú grip mest í staðurinn á landinu þegar það er þurrt, þá er þetta svo hálasti þegar það er blautt. Já, nú þú yfirskrúari, er allt klárt það? Já, ég held það. Þú búinn að fara yfir olíur og... Allt tilbúið. Bíðum við bara spenntir. Heldur hann geti þetta? Já, hann rúlar þessu upp drengurinn. Enga trú á öðru. Hefur þetta frá þér eða? Já, sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Jæja, nú er ekki lengur rigning. Nei, þurrt, loksins. Alveg komið svol. Það er ekkert blautt hérna, ert þú nokkuð blautur? Nei, ég er mjög þurr. Hvernig er stemmingin? Ertu vel blagður? Smá stress. Já. En jú, þetta verður fínt. Alveg gaman. Og er ekki stemming í þér? Jú. Því ekki þannig stemmingu í þessu. Loksins að keppa, það er komið sól og gott viður. Þurrt á brautinni og svona. Hvað segir, hvað er það? Slitinn stöddu fyrir okkararnir. Það er fér. Af hverju gerist það? Já, ég veit það ekki. Ekki nógu sterkir. Ekki nógu sterkir. Það er bara svona. Ok, ættu valið þig? Ég er með 2. Það er bara hann á broti nú, það verður ekkert langt.
Jæja, ertu ekki ánægð með þetta? Þetta bara ganga ógeðslega vel. Hvaða tíma varstu? 12:01. Hvernig er bíllinn? Búin að koma inn lag? Hann er góður. Núna bara halda áfram. Þú varst talað um morgun eða í gær og hræddur að brjóta eitthvað. Heldur þetta tóll ekki bara? Ég allan ennþá. En hann gengur alveg til þegar að tekast það. Það var búin að prófa þetta? Já. Og hvernig er þetta? Það var bara mjög fínt, mjög sáttur. Og prófa bara að fara gasferði núna. You! Fuck you! Shit, yes! Yes! Ég, veistu það, ég bara veit ekki, ég veit bara að ég fór undir 10. Það er 9-8 eitthvað, ég náði því ekki. Það er nóg bara. Já, ekki? Já. Er þetta ekki svona pínu draumur að rættast? Jú, þetta er náttúrulega bara geðveikt, sko. Og líka skelfur eins og hrísla í vindi. Já, ennþá sko, það er samt, ég gerði þetta fyrir 25 mínútur síðan, sko. Þú getur rétt ímyndaði hvernig ég var akkurat bara 2 mínútum eftir þetta gerði, sko. Allt í lagi, alveg góð bíling, sko. Jæja, Stefán. Þú ert búinn að gera tímatökur, hvernig gekk? Herru, þetta gekk bara sæmilega. Komin 12:42, það er eiginlega miklu betur en ég átti von á. Er það bara gripið sem að menn að grafa þetta? Já, eða það er svo sem, það er nú ekki búið að vera neitt sérstakt grip, sko. Allavega eins og á radíalinu, það var betra heima, sko. Hvað nú? Nú bara reyna að læra á þetta fulltree á ljósunum. Ég kann ekkert á það, maður keyrir alltaf á ProTree og það leggur bara einhvern tíma af stað. Veitu, hver er munurinn á ProTree og fulltree? Já, fulltree þá bara telja þau gult og grænt og ProTree þá bara flassar allt gult og kemur græna fyrr, sko. Það var eiginlega ekki hægt að þjóðstarta á því, sko. En þetta er allt annað, þannig að maður er að tímasetja þetta eitthvað, maður er ekkert vanur því. Það eru miklu nákvæmur, þú ert ekkert góður í því? Nei, ég var nú bara ef ég sé eitthvað skeið, þá drífum mig. Já! Það gæti hendað einhverju réttlæti, sko. Ísbjörn Kristófur Davidsson á GMTS og í hægri og við Stefán Stefánsson á Nordsendal. Það er einhverja sögur sagt að Kristófur hafi tekið dekkinans hérna Annað sætt í dag, ST, til hamingju. Já, takk fyrir það. Fór eins og til var ætlast? Já, miklu betur. Ég átti nú aldrei vonað að vinna þetta, en annað sætti var alveg draumur, sko. Já. Fórstu tíma í námyndu þessu ætlaðir? Já, betur. Ég var svona, ætlaði að kalla allt glæsilegt sem var undir 12.5, fór 12.32 best held ég. Okay. Þannig að ég er mjög sáttur með það. 109 mílum held ég. Hvað er svo framhaldið núna? Bara setja blásara eða nýtró eða eitthvað og koma aftur að ári og rota þetta? Það gæti hugsast, ég held svona eitthvað í vetur. Skiptum knast á svo eitthvað allavega, kannski flækjur og mögulega gas eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvaða leið maður fer. Jæja, Beggi, hvernig gekk þér í dag? Bara vel. Í hvaða seti endaður? Ekki vinnusætinu, ég veit það. Okay. Ákveðlega síðast seti. En þú veist þetta alveg surið þá ekki? Jú, markmið var nú bara að koma og pröfa þetta. Sjá hvað nýmaðin gengi og hvaða tíma það er að fara og svona. Hvað er planið það núna? Reyna að tjúna eitthvað? Nei, bara, jú, allt þetta betur eitthvað. Skoða eitthvað og spekulera. Þannig að batterían er komin til þess að vera?
kannski fyrir mig ekki allar keppnir en það væri gaman að koma hérna suður áttar og pröfa þetta. Hvernig gekk í dag? Það var sigur, það vann allar ferðir. Ertu ekki ægilega ánægður? Ég er bara í skífunum, alveg frábært. Fórstu tíma sem að þú varst að tala um? Ég fór betri tíma að gaslaus heldur en eftir von á. Nitróið virkaði ekki en við náðum ekki að pröfa það. Áttirðu von á því að vinna? Nei, aldrei von á því. En treyst á það að geta það. Já, ok. Hvað var framhaldið núna? Ætlarðu að fara að breyta mér núna á næstu dögum og rotta þetta á Akureyri næst? Núna að laga nitróið og núna var maður háður. Já. Svindlari af slikku með nitró. Hvernig voru brautaskilyrðin í dag og hvernig gekk keppnin? Brautið var fín allan fyrir mig. Ég var ekki neinum gripvandamál með neinu. Þráttir að það komið rigning andan tíma. Jæja, Lenny. Hvernig gekk í dag? Gekk mjög vel. En ég tapaði. Var fyrstur til að tapa mér þessu. Þessi var í síðasta sæti. Eins mögulega neðarlega eins og hægt var að komast. Þú ert samt skráður í eitthvað flokk í byrjun dags. Svo ferði eitthvað tíma og hvað gerist þá? Já, þá ég var skráður í flokk sem að mátt keyra 9.99 hraðast, en svo fór ég tímatökuferð og fór 9.82 og ákvað þá bara að keppa við spyrnugrindirnar í OF-flokk, overflokk kallast hann. Hvernig gekk þegar þú fórst í OF-flokkin? Varstu að tala um það og þú eru síðastur í honum? Já, ég var síðastur í þeim flokk. En dagurinn var mjög næs sko, svo fór ég eftir strákarnir voru búin að vinna þetta allt saman sem að verður sér ekki til skammar eins og ég og þá fór ég 9.78. Þannig að það er persónulegu sigur fyrir þig, ekki? Jú, þetta er alveg geðveikt sko. Mér er bara alveg saman þau að tapa sko. Hvað er næst hjá þér? Ekki reyna að fara hraðar, það er ekki alltaf markmiðið bara. Þegar þú ert að keyra yfir endalínuna, komin á 133 mílur, hvernig er þetta? Þetta er hratt. Það er alls konar lykt og víbringur og reykur og þetta er mjög undarlegt sko. Já. Og líður svona eins og þetta sé að verða búið bara. Ekki bara alveg? Já, bara þú sért svona einhvern veginn á einhvers staðar á grensunni. Já. Svo er þetta allt í lagi þegar maður fyrir að hæga á sig sko. Já. Þannig að þetta er komið til að vera, að mæta þetta suður og taka ykkur tíma? Já, við erum ekki að reyna að koma alltaf inn svona árið. Það er alveg sama hvað við gerum og hvert við förum, við endum alltaf á KFC. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon.